Góð kvöldi. Góð kvöldi. Góð kvöldi. Góð kvöldi. Góð kvöldi. Herru, við erum að fara í kass. Shit, hvað er verið að vinna þetta map. Já, annars var það heim. Annars var það heim. Eða þú veist, ég fyrir líka heim, skilur, og Malef fara líka heim, þú veist. Fara þeir heim, en þeir fara heim Súrir. Súrir, með bara frekar The blowout. rifin jakkavasa. Já. Já. Það má segja það. Já. En einhverja pingu ávísun fyrir sig, allavega. Já, já, menn fara ekki tómændir. Það var komist í Hver úrslit. vill fá losers check? Þeir eru actually komni með svona stóra tjekka á íslensk mót, sko. Mjög flott. Mjög töff, sko. Mjög töff. Ef við kíkjum niður á Suðurlandsbraut 26, þá getið þið séð það. Já. Já. Gríðarlega. Þá er það að drífa ykkur núna, Já, af því að mögulega er bara eitt map eftir. Þið getur komið með músamótoringar og penna og látið Árita. bónda árita. Fikk ég hunsa, palla bónda, eitthvað svona, flottar. Legend, eitthvað legend. Já. Þú vilt láta árita af aðalmanninum, þá komum bara með pennan ykkar og látið Berni árita. Já. Sko, skaði er aldrei að fara að rústa þeim. Nei, Þú veist, þeir verða að grænda, sko. Grænda Afsakið, já. og þið með ekki láta, sko, bara valta yfir sig í mörg ránd í röð, sko. Þið verða að gefa þeim eitthvað smá svona, þú veist, challenge í rándurum. Þeir eru búin að tapa núna 5-0 og byrjuðu síðan að vinna. Og síðan unnið þeir, þú veist, 2 ránd í röð og þú veist, það er Inferno. Þeir letu labba yfir sig í Dust 2. Já. Gerðu ekkert. Nei. Þeir voru ekki svona serverinu, sko. Ef það er alltaf að byrja að gera eitthvað, sko, þá þurfa að gera núna og meðan þeir byrja í City þau verða að gera eitthvað grjóthart akkurat núna, sko. Kannski hugsalega að vinna eitt first round. Það er kannski byrjun, sko. Já, vinna eitt pistól. Já. Já. Það er alveg, það er góð byrjun ef maður á að byrja ekstra, þá byrjum maður þar, vinna pistólandi. Já. Og við erum live núna í 3. mapinu á þessum úrslita leik Tuttans í samstarfi við Tölvulistan og við erum með frekar passið setup A og er að stakka B eins og þessu vinsælt því að þeir eru gott retake-lið. Új! Og maður Stals, hann hittir ekki neitt. Þetta hefur betur í þessari baráttu hérna milli þessara tveggja. Kemur þessi 5-3 núna. 3 á 5 retake, það er ógeðslegt. Það er impossible og slegar einn múti. Já, ekki vinna þetta pistol Pistol please. Ekki eitt pistol komið, það eru hvað? 5. pistol sem þið tapar 5 pistol átt sem er búið að tapa í rauð núna. Af hverju rössar ekki bara eitthvað staðar og reynir að vera heppin þá? Ég veit það ekki. Sooner or later you will meet them and you will kill them. Hlýtur að vera. En setupin hjá þeim er ekki búið að vera upp á marga fiska. Stals tekur silenceinn af. Og það er bara betra. Og þeir ætla að bakka hér, en það eru menn hérna í bláu. Já, BDSM. Classy. Já, Palli Bóndi. Ok, þetta var mjög vel gert. Þeir byggust ekki við mann í bláu held ég. Nei. Sá einn, held að það væri bara við infogæðra og ætlaði að baka B. Glemt að hlaða það. Já. Kobe. En, ok. Við erum enga peningströkar, kaupum bara P250, við erum að gera eitthvað, kaupum í næsta randi og menna í plís að fara að vinna. Já. Maður er orðið þreyttur í sálinni en við erum búin að tapa svona. Þetta er erfitt, sko. Erfitt að grænda. Já. Auðvelt að gefast upp. Flassaðinn í lobbyið, en það er bara einn hana, þetta er sama setup á hann, sko. Nefn að það er einn í miðjun held ég. Það eru 4 á hann. Nei, einn í miðjun. Þetta er ekki góð staðar. Mótið 4 gaurir. Góter eins og þar tekur einn. Og Góter bara komið 2.
sem að er látinn. Og þeir hlaupa bíði þar að Klever með deigluna. Já. 420. Ó já. Nom. Nom. Þetta var vel gert. Þetta var vel gert hjá Skaða. Það að heyri mér eða? Nei. Ég held ég hafi peppa á. Ég held að ég taki smá hefur að þessu. Ég notaði smá reverse psychology og keyrði þá í að íkobessa þá. Ég held að þeir séu að fara að taka A-straff hérna BDSM í frægu hurðinni sinni. Sjálfsögðu gera bara svona normal things og aðteik klassíst. Og hérna byrja það. Þeir eru allir störblindir. Góter, hann er búinn að taka eitt hérna. Og þeir eru tveir af kvartinu. Góter fara þeim Allísi og Eysteinn spreyjar þetta niður. Það eru bara tveir eftir núna. Palli Bóndi og hann sér Stals hérna. Hann er döður. Eysteins, hann er látinn líka. Palli Bóndi núna. Það var eitthvað sem getur þetta á það hann. Hann er næstum bara í 11 HP sko. Og hann er störblindur í þokkabót. Kritikali með Uzi. Hann er aftur störblindur, þarna. Fallit ránd og nú finnst mér að vera kveiknaði. Það eru allavega ótaf peppaði sko. Þeir að sína smá líf. Tóku þetta vel á móti frekar snirtilegu setstrati. Þar sem allir voru með lána rólinn á hreinu. Þeir voru Það vantaði ef hvað mollin hefði komið sko. Það hefði verið beautiful sko. Algjörlega, en MQ, þetta var ekkert mistök af þeim neitt. Þeir bara Skaði spiluðu bara vel. Flottar hann tjóða. Já, Klever hann að miða á hausinn á honum. Skaut ekki í gegn. Og þeir eru hérna að gýra sig í það að keyra út miðuna. Þar er Critical, hann tekur á móti þeim. Og samt Góter hérna og Klever. Já. Fallega gert. Byrja vel. Dísir hvað ég verið til í að sjá Skaða vinna þetta mapp. Já. Það er gott að því. Kíkjum á þessu skóri. Eftir fyrstu randin þá lítur það út svona. Hund sem er 4 assist. Látum okkur sjá. Þeim varðar ekkert rosalega mikið að reyna að stjórna mittin eitthvað en þeir setja alveg þó mikla resources í að halda henni Skaði það að segja. Þarna BTSM tekin í gegn. Kött er að fara að taka molla í þarna. Taka hérna með hérna Stals sko með annan hérna. Kött er Hunsi í jailinu. Stals sá allavega einn. Og veit. Þetta var skemmtileg flass. Ég held að þeir vilja enda vera heldur sig. 2 á móti 5 núna, Hunsi spreyjar hann niður, vel gert í honum. Já, tekur Stals líka, mjög vel gert. Hann handar bara nánan og Góter, mikilvægt, og Góter nánast látinn, þeir eru báðir þarna. Þeir eiga grensu. Hunsi gerir þetta mjög vel, hann og Palli Bóndi, mjög lágir, og sér þennan, og Fixer heitir skotinu hoppandi í Palli Bóndi tekinn. Gott trade hjá Skaða. Fallegt ránd hjá Góter. Hann tók hérna eitt mikið af fragg. Stals með big plays, 2 kills. Það lít vel. Munið engu að Hunsi hefði samt unnið þetta fyrir á. Engu því að hann þurfti að drepa þarna Góter og aðeins fyrir það er komið
Já. Og þeir eru að forsa á niður. Þeir eru að 0. Terranir, MQ. MQ got no money. MQ got no money, they got no stuff. Þeir, mér finnst gaman að vera með rándið lengi í gangi. Göttir, les þetta. Bara pikka þér í staðinn. Já, og þeir eru með hins vegar búin að pikka niður 2 menn freka lágt niður og þeir eru ennþá ekki búin að ákveða hvernig þeir ætla að fara. Þeir eiga ekkert stöff til að execúta nema 1 flashweight smoke hana á Bónda og Hundsa. Hundsi á 1 flash. Þetta lítur verr og verr út því að því lengri tími sem hanna. Flott skot. Göttir hins vegar. Ennþá flottara skot. Tekur þetta að bombar leiðin og B þar er þessi maður. 25 sekundur eftir núna. Tímast að því að býta þess að BGSM er langt í burtu og þeir eru að fara aðeð. Já, hérna hér. Þetta var magna play. Og bomba fyrir niður á A. Ótrúlegt. Ótrúlegt. Það gerist. Þetta var dálítið skrítið ronddeila bara. Ég ætla að segja að eignar sér A-sætið með frábæri tímasendingarna út í bláhörunni. Held að það væri löngu farinn. Kolli kemur. Ætli þessi ég búinn að vera. Ég held að það væri on the fly. Engin á A, já. Ég held að það væri on the fly sko. Já. Komið B. Nei, komið A. Þetta var mjög gott sko. Þetta var athyglisvert ránd. Já, einkennilegt. 5 sekúndur eftir. Það var mjög tæft. En sem betur fyrir eru við búin að vinna nokkur ránd í röð. Búin að safna þessu banka. Sem við fótt djúðan hann heitum hann að vappa. Vill make a play á þarna. Vinsi, það er einhver stál sem Vinsi sér. Það er líka, hann tekur það bara beint í smetti. Fylg spilumennska hjá Hundsa. Hittir ekki þessu skoti. Eða þessu. Vinsi heldur áfram bara. Hann gerist lítið fyrir og fórger. Honum finnst ekkert leðilegt að vera í kass. Nei. 7-5-5. 4-4 dýrt ránd. Sendið það í spar. Skaða núna. Já, þeir áttu ekki meiri pening en það að ekki með mikinn pening akkurat núna. Og þeir eru að spara. Þeir eru eins og búin að vinna eitt spar. Já, það er rétt. Þannig að þeir eru líklegir til alls. Þú verður að púsa B hérna. Já. En hann er umkringdur. Gjössanlega umkringdur. Og af hverju er bombar ekki komið niður? Þeir eru teknir hér, einn af öðrum. Leik með skaða. Paul the Farmer glimta að vera bombu. Já, hérna. Við fáum kaup allavega, en mér sýnist á öllu að það sé full colt. Já, engi vappi. Engi vappi sem er búinn að vera mjög sterkur fyrir Eysteins. Já, hann er í svolítið disadvantage hér sko. Hann er ekki jafn sterkur með rifla. Búinn að reyða sig á það, en þeir púsa björgvið.
breyta svæðum sem þeir vilja. Köttur er með vendið punghaldi. Clever bara segir nei. Clever sagði nei. Clever says no. Kemur sér í 5-3 núna. Hund sem er bombu á B og vappa. Hann er reyna að make a play. Og ef hann make a play þá faraði vend. Annars ætlar Bondi að reyna að make a play. Forsa rótir. Já, þið fara B. Hundsið tekur ekki smóki bara. Búinn að vera eldheitur með að vappa. Senastu 3-4 ránd sko. En 3v2 retake, þetta er ekkert auðvelt. Hvað myndi ég gera? Új, þetta var Þetta er henni glæsilegt. Ekkert nema formsatriði að drepa vappana það þegar þeir eru 3 á mótunum. Og auðvelt ránd fyrir skada. Nei, þeir eiga ekki mikið pening. Þeir eiga vappa á Íslands. Reyna að kontróla middið. Ég myndi alveg vilja sjá pussi aftur í Bélabíu og reyna að eignast það sko. Og vera með Íslands bara á B-sætinu og smóka af AF. Já, þeir þurfa að það verður sterkur leikur að því vita hann er alltaf hann einn með vappan á B-inu. Gót er með mikið að fragga Hundsa sem reynir að ná pikina það í bústinu. Byrjar ekki vel fyrir Stals búinn að pússa. Palli Bondi tekur þetta dúvel, hann þarf ekki svona að spurja í. Þessi strákur er svo góður. Hann tapar ekki eindúlum. Nei. Það gerist ekki. Hann væri alveg drullu góður í Quake örugglega. Duel specialist. Já. Flott sprayta hjá BDSM. Og 3v3. Hann er ekki döður. Hann góður. Nei, BDSM, veit ekki að góður sko. Já. Ef að góður nær fragginn hana þá verður þeir í mjög góðu stöðu. Það veit ekkert á hann sko. Blessaður, hanna 30 sekundur eftir núna. 3-2. Já. Fallegt Singvel hjá Bonda. Nei, hjá Clever á Bonda. Og Clever keeps it strong. Clever very strong. Hann gerir þetta mjög vel. Very strong, no. Very strong, no. Skaði er ekki að gera neitt öðruvísi sko. Þeir eru bara með nákvæmlega sömu vörð sko. Þeir eru bara, ég hrifin af þessu. Þeir eru bara að forsa MQ að reyna að countera einhvern veginn, en það hefur ekki tekist. Þeir eru búin að spila CT bara til fyrirmyndar. Ef þeir halda þessu út, þá er ég bara hrifin af þessu CT-háleik. Ef þeir tapa 1 ránd enn, ásættanlegt. Og Palli Bondi neglir sig bara inn í bústi gegnum molla. Hann lifir með 3 HP, Stals, Clever, þeir eru komið sikur á sinn mann. Og Hundsi tekið líka. Sendi Bondar að þeir verið að reyna að ná í uppskilunum sína, en 3K er tilbaka bara. Ekkert mál. Ég er gríðarlega hrifinn af þessum mid-kontróli og hjá Skada. Þeir eru að stjórna leiknum vel, lesa hann enn betur og halda þarna 4 mönnum á lífi og bankinn er að vaksa. 3 ránd eftir hálfleikinum og þeir að spara. Að öllum líkindum ættu þeir alltaf að eiga kaup senstu 2 rándin. Nema þeir myndu tapa, 4 mönnum hérna og 4 í næsta rándi. 4-5 náttúrulega, svo segja. En þeir eru augljóslega að fara á A-setið með bombuna og Stalsi með vappan. Ég er ekki rosa hrifinn af þessum pósum með vappan, sérstaklega það sem að þeir að fara að spara. Hérna keiraður út. Einn á öðrum. Hundsi hleypa í baki.
Stals kappar dettinni. Palli Bóndi, hann tekinn. Gógreina þarna, 2. Það var að BDSM sem einn eftir, sleppur inn á shorti. Og mikilvægt fyrir hann núna að reyna að ná allavega minnst einu með sér. Já, fallega gert hjá Skaða að missa einungis 2 menn þarna. Það var að sjálfsögðu hætta að missa fleiri en þeir halda vappunum, það er mjög mikilvægt. Og eins og ég var að tala þá eiga er pening sem að ætti að endast út hálfleikinn. Ef þeir tapa þessu, þá eiga þeir að sjálfsögðu nóg fyrir næsta ránd. Þá þeir að fara að B-stætti og opið bara. Mistum að þessu hundsi þarna með skíti og deglu, tók Eistes og dettur þetta hér. Hundsi sér hérna, hann sleppur, Bobba komið niður. 5 herrar. Þeir eiga bara góið þetta allan daginn, eiga fullt af pening. Klefur komið fyrsta. Skýtur hann niður fyrir eitthvað lítið Stals. Hann fyrir með hann á BDSM, hann er hér, hann er tekið líka, hvað er í gangi? 2 eftir, 1 eftir. Detonate. Spila tíma. Já, hann var glæsilegt. Fallega gert hjá Detonate. Já, One Deagle á Hundsa á A-inu, nei á B-inu segi. Opnunarfraggið á Eistins. Enn og aftur einstaklingsframtaki sem að skila þeim rándunum. En fallega spilað Detonate að spila þetta tíman. Þetta er reynslan. 8-6 núna. Þetta er svona ránd sem að Malefic geta galdra fram. Landslið Stals segi nei. Glæsilega counterað þarna hjá Stals að mollja bara inn í hurðina og drepa hann. 3v5 og hitt hann í gegnum hurðina. Kritikura 11 á P. 2 núna. Þeir eru að taka fætina við þá og þeir eru að vinna þá. Hundsi held hann á hnífnum, ekki maður alveg rétt byssa. Vita hvað Detonate er núna 1-4, þetta er erfitt. Klötsaði sensta ránd en ég held að það voru stór biti. Glæsilega gert hjá Stals. 9-6. Já. Þetta er frekar gott skor sko. Já. Ég myndi segja að þetta líti bara lang best út með öll möppi sem við erum búin að sjá akkurat núna. 9-6. MQ Skaði. Það er spurning hver vinnur pistolandi núna. Við fáum að finna fyrir reiði MQ með pistols. Þú veist, Malefic geta ennþá unnið þetta easily bara að taka pistolandi sko. Já, til að fara að bústa yfir. Þeir eru að góða aðeð, það smerur en engin og hérna eru að koma þér í baki, Palli Bóndi, hann er komið 2, hann er komið 3, hvað var þetta, Palli Bóndi? Hvað í fjárranum var þetta? Já, hann labba bara þarna, í baki, tekur 3, ekkert mál. What man? Þú veist, þetta er bara, gaurinn gerir þetta. What? Reglulega, on a regular basis. Hleypir í baki og hausa 3. Orð. Enn og aftur. Þetta voru bara 3 gaurar, 3 skótum sko. Já. Það er ok. 6 af 6 allavega. Hérna, Stals, borðinu við Palla Bónda. Búinn að vera hreint magnaður í allan dag. Já, eins og við erum búin að kalla þá er hann reiður yfir að tapa knattspyrnuleik á hann. Við spáðum því að hann mætti bandbrjálætilegs sem hann hefur gerst. Klever
Nær þeim hér. Sett þetta hjá skaðan á planti. Og Palli Bóndi, hann er komið hérna, Hunsi komið annan. Og þetta er bara afgreitt. Bara afgreitt retake, alltaf hef ekki verið bara eitthvað play til að ná planti. Ég veist þetta eitthvað svakalega, þeir keyptu sér náttúrulega. Nei. En þeir náðu ekki planti í fyrsta raundi, þeir eru að ná planti, nei, pening fyrir the fourth round, my friend. Þeir vilja akka hana. Já. Fór raundi, taka spar núna, glokka. Klefur og stals fulls bara. Eiginlega svona throw around. Það er lítill séns á win hana. En sjáum þeir eru allir hérna B-megin. Og Dettinit komið fyrsta, einn fél sem hér Dettinit, hann komið annan. Þriðja, fjórða. Koma svo, kemur Dettinit. Það er alveg nóg að þríkja sko. En 9-9 þeir eru búin að jafna þetta. Það tók ekki langan tíma. Eitt first round. Þeir unnu bara pistolan. Já, unnu first round. Og bara allt advantage í farið. Já. Sjáum þeir eru ennþá með scout hérna á einn Famas. Dálítið mikið svona, já, allt í lagi. Getur sem spilar A-sætið af Staki Snill, tekur þarna smoke til að ná einhverju píki. Sniður smoke. Forsar á hugsanlega til að píka sig, en enginn í A-lobbyinu akkurat núna. Þeir vilja fara B. Sett smokar og Mollys, eða Molly? Nei, ekki Molly. Lítið Molly alltaf. Þrír þarna, þeir eru þrír. Þrír Malefic. Þeir fóru í gegn. Skemmtilegir smokar. Já. Þarna eru þeir Hunsi bara með 2, Hunsi með 3. Þeir voru í svo skemmtilegum stöðum. En rótitið, það bara kom ekki. Þeir vildi ná rótitið fyrst og skilja bara gaurinn á B inn á í smá. Bara á bíð eftir þeim, en þeir bara sýndu sig ekki neitt. Sýndu sig ekki neitt, rótitið kom ekki eins og neitt. Þeir voru ennþá bara, guys, we got this. Já. Æjæjæjæjæj. Jæjæjæjæj. Það er ekki gott. Þeir köp pistol, 2 með armor, 2 með deagles. Já, ég væri til í að sjá það bara að taka set smoke á A, prófa hvað gerist þá. Men þeir náðu planti í hérna second round eftir að hafa keypt bara armor og pistol, svona það var ekkert versta hugmyndin. En akkurat núna eru þau bara í smá no-down situation. 2v1, nei 3v1. Goat er með bombu og teknan, ef maður hlaupir á B núna. Það var bara einnar. Þetta er close rotate af Bonda. Erfist að. Ég held að ég sé bara að tala saman. Já. Hvað er að gera? Ég væri alveg til að sjá annars set start á þarna á Jafnvel A er bara AF, já. Það er það sem ég ætlaði að segja. Ég væri til að sjá AF og bara reyna að ná fröggunum sínum. Já. Þú veist, þeim gekk alls ekki illa að trade-fragga þegar þeir fóru í second roundinu, sko. Og náðu planti, þeir voru bara, grensaðir og svo framvegis af, grensaðir og svo framvegis af gaurum sem voru rótundurinn. Þannig að akkurat núna erum við að fara að fá kaup. Pása hérna. Pása, þetta er strategical house. Er þetta taktísk pása, er eitthvað að? Ég held að segja ekkert að, sko, ég held að segja bara ég er ekki eins og að ljúga þessu. Hann DJ Ingu Eistens hleypur fram hjá okkur og öskra að bjórinn rennur í gegn. Helviti hratt. Hérna. Ok. Já, ég held að það var að fara til bílna í playbókina, sko. Já, ég bara ná í stratbókina. Þú veist, eitthvað. Allt í lagi.
voru 4 á closeti á. Eitthvað eru þeir slakari, sultu slakari að það hjá Malefic. Það hreyfist ekki neitt þar. Nei, mjög rólegir sko. Nei. En ef ég væri akkurat núna að taka pásu, þá myndi ég aðeins spjalla saman. Kannski bara svona 3 að pissi cross kannski. Spjallu næsta round. Set play á A. Hvað er að gera? Þú veist, smókar, kanntu þennan smók? Já. Þeir hljóta að vera með þetta hreinu. Hrista Hljóta að vera með aðtík sem þeir ættir að gera sko. Hrista svona 6 sinnum. Það er aðeins lengri tíma. En ég meina, boltinn er hjá Skada akkurat núna. Þeir þurfa að performa. Þeir þurfa að ná sér í 7 per round. Í kass á móti Malefic. Án þess að vinna first round, sko. Það er alveg erfitt, sko. Já. Það eru 7 af 9 bara ykkur. Það eru 7 af 9 roundum, sko. Vá. Þú veist. Það er... Ef það langar einhvern veginn að kaupa lottó með það, sko, þá gerir það núna, sko. Já, þetta er erfitt. Bara spila með eistun úti, held ég. Það er ekkert mikið annað í boði, sko. Nei. Bara leita frökkunniðinum. Þeir voru alveg að fragga þá í fyrri, sko. Þeir voru alveg settir í position til að fragga þá, þannig að ég er alveg sáttur, sko. Kíkjum að þess að skóra að sjá hérna Dói Critical er bara ekki mættur í þessum mappi, sko. Já, ég meina Critical var að draga vagnin í CT Inferno. Svakalega solid spilari. Eldgamall, hann er older than dirt, mætti segja, í Counter-Strike heiminum. Hann er líklegast elsti leikmæðurinn að þeina á. Já, allavega mest old school leikmæðurinn. Setur spurningamerki að sjálfsögðu við Eistens, ég man ekki alveg hvernig hann byrjaði, en Critical hefur sjálfsögðu verið mjög high level play frekar lengi. Sjálfsögðu Eistens líka. Sjálfsögðu fann upp hugtakið að fixa. Að fixa? Að fixa. Já. Strákar, þið eru að segja þarna, ég kem í bag. Það er að fixa. Hann hét Fixer í Counter-Strike 1.6. Já. Og að fixa var bara að gera eins og Fixer. Að koma í bagið. Strákar, farið þið þarna, ég kem í bagið. Það er það sem hann er að gera akkurat núna hjá með þessa Skada. Já, að fixa. Hann að fixa. Hann mætti laga tímasetningan sína aðeins. Og Fixi hefur verið non-existent í þessu mappi. Ekki séð það í kass. Fengum að sjá það í Dust 2. Já, þar var það áberandi. Það var áberandi, enda mjög basic map til að fixa í. Aðeins erfiðari Inferno, það rótitinn bæði í CT og Terra eru erfiðari. Hvað er að gera hérna? Díla við, hann er bara að fixa sensi sitt. Og þeir eru komnir aftur í sætin, skils mér. Já. En það sem ég var til að sjá er aðteik að sjálfsögum við mollum. Þú ert að fá molla. Býtið sem verður þarna feskur á kantinum að reyna að stöða þetta. Sko, en rótiti kemur frá Bónda og Hundsa frá miðjunni. Nei, Bónda og Kötter. Kötter er að spila shortið. Þú verður að smoka hann út. Úff. Þú verður að ná lift. Það er hart skoti hérna núna í chatinu, sko. Hvað? Það lestu bara. Þú ert bara með 3 kills, 1 assist og 14 dauða. Það verður sjaldan sagt að Bóndi sé kurteis maður. Nei, hann er eins og við köllum á móðumálinni asshole. Og það vita það nú allir sem þekkja. Þetta er mikið hvatning hugsanlega. Sumir, það vantar alveg kossakallana hjá Dóa. Já, þeir komu eftir hana Inferno hana. Já, það gekk eitthvað vel hefði með það og menn voru ansi brattir. En látum okkur sjá 3-14. Það er ekki góð staða, sko. Have fun, ok. Farið aðeins, smóki allt út, molli í kvotið eða white wall. Náðu liftar control, þá eru þið góðir. Þeir eru ekki að hlusta á mig og þeir taka run boost. Þetta er sexy. Sexy boost. Þetta var rosalegt, sko. Ég fílaði þetta. Ég elska þetta, sko. Mér finnst þetta snillt. Og
fyrir lanið út í Kaupmannahöfn sem að Malefic fór á. Sjálfsög stóðu sem þessu hetjur fyrir hönd Íslands en fyrir að bíða til pussi hérna. Sjáum að Skaði. það er sko, já, Palli Bóndi nær pikki hérna. Það er ennþá, ég veit ekki sem hvað er að skrifa hérna. En þeir taka hérna smóku miðuna, ætla sér góð miðuna. Hérna kom flössin, 40 sekundur liðin á rándinu og ekkert að gerast. Hérna Hundsi, hann er komið og Palli Bóndi með honum hér. Hundsi tekinn og bomban trítlar aðeð. Hægt og rólega. Sjáum hérna BTSM og hérna ekki með flassi. Já, Sællfylur, Kleifur hittir ekki skotinu. Og Eysteins, hann er tekinn. 12-9. Þeir töpuðu einu manni. Töpuðu þeir einum manni. Það dó einn maður. Já, í Malefic, já ok, ég skil. Nei, Malefic segi ég. Já. Þú veist, money situation hjá Malefic er gríðalega gott. Þeir gætu hugsanlega verið að fara að leggja inn á svissneska banka sinn. Þeir eiga það mikið. Og ekkert gengur, en kaupaði það. Já, þeir tapa þessu dúli hérna, Stals kemur úr rífragar. Þeir eru bara fannir að sína sig allt núna, Malefic-mennirnir. Og Köttur hérna, hann veit ekkert hvað er í gangi. Týndir smók. Tekur hérna fyrsta og Critical, hann er tekinn líka. Ekki var þetta nógu gott. Rífragi verður að koma inn, sko. Það má ekki klikka svo. Dói ekki alveg að finna sér þessu leik. Köttur hérna með bombuna. Hann á mér sér 67 HP eftir þetta allt saman. Sem er Eysteins búinn að róteta stöðum að það við City hérna og komin lengst inn í miðju. Maður lappar frá Keflavík. Frekar það er lítið að ske akkurat núna en 35 sekúndur eftir hins vegar. Hvað er að gera, Tómas? Hvað skal að gera? Taktu fokkin bombun og hlauft á sætt. Þetta ná okkur í dúel. Já. Þeir eru bara að rölda inn í eindúels bara við hitt skora í Evrópu, sko. Róum okkur á því, sko. Þú veist, hann situr bara þarna, fær flass Já. og hleypur inn. Já, og þeir drepur eru hann. bara að fara aðeins, skiljur. Bara eins og menn, sko. Einmitt. Ok. Og Palli reisa til. Já. 13-9. Það er uppgjöf. Það er bragur af uppgjöf núna. Já. Yfir Ska. Þeir veit ekki hvað er að gera, virkar ekki neitt. Sjáum að þeir eru ekki búin að vinna staktarand í þessum hálfleik. Og þeir ætla að pistóla sig hérna í gang. Og sjáu þið þessa línu hérna sem Hundsi er með. Og þá er það þeir eru báðir sturblyndir, vita ekki neitt og þeir eru bara mættir hér. Og Hundsi, hann er tekinn, Stettinett hann er líka tekinn, Kötter hann tekur dúli. Já, hérna! Nom nom. Nom. Já, hann leikur þetta eftir tvísvar. Það er búin að vinna landið. Það er bara hannig. Og hann reymar á sig nægskona, hleypur inn aðsettið. Þetta er spennandi núna, Klegar. Hérna tveimur deiglu. Já, 50 HP. 35 sekúndur frá the clutch of his life. Sjáum hvort hann fáið mann. Það er að koma maður inn í bakið á honum. Fyrsti. Nær hann nei! Palli Bóndi. Þetta var svo tæft og það er svo leiðilegt að tapa svona klötsi og hafa með allt í höndunum á sig, sko. Hefði hann hugsanlega ekki challenge að setja mannum þá hefði hann ekkert unnið en hann vildi ná killinu. Já, hann var búinn að tagga hann þetta líka. Það var erfitt fyrir hann að komast í burtu, sko. 9-14 er
í staðan og þeir eru komin með aðra hendina á gríðarlega stóru og fallegu ávísunina frá Tölvuristanum. En þá ekki dránd komið og hérna sjáu við pússa hér, Stals hann er tekinn, gríðarlega mikilvægt. Missa þennan, Endriða enn og aftur og hérna keyra og bákoma BDSM og Kötter og Palli Búndi. Já. Bara sælir. Ætlar að píka í þetta síðan aftur, eða? Já. BDSM hleypur bara inn í Molotov, spreyði hann niður. Þeir finna bara nýja pósi til að pússa þá, sko. Kötter að fara að pústa Bónda upp. Og, já. Palli Búndi, Ágríð, Eysteins og það var bara góðir. 9-15. Match a point. Critical, 4-18. En þá ekki búin að drepa neitt. Síðan að pásan góða var tekinn. Og Hundsi opnar þetta hér og það eru fleiri á leiðin og B. Þar er Detonate meðan hann er tekinn. Hundsi hittir ekki skotinu. Og hann er tekinn líka. Við færum hérna aðeins. Kötter kemur og hjálpar. Klefurinn er Palla. Það er loksins að gera þetta almennilega hratt. Þá virkar þetta. Þú spilur allt á hægt. Eftir að þeir komið sér í betri stöðu þá eru nærið að vinna rándið. Kötter er mikið vegið frakki hana. Tekur fyrsta góðgrina hana BDSM. Já. Ok, 10-15. 5 round núna sem þið þurfa að vinna. Þeir eru konið í 2 tölur allavega. Og þeir fara B aftur. Já, er ekki hæp fyrir fram? Og jú. Og þá dettur þetta, hann er 1 á B. Það er bara hjálp frá Hundsa núna. Og Critical nær hérna manni. 3K opening. Ekkert mál, vita öðrum af MQ mönnunum. Ef við horfum á Money samt, sko, wow, ég held að þetta væri miklu meira close, sko. Ja, miklu meiri peningar og dollarar hjá Malefic, en svo er ekki. Nei, þeir keyptu þarna Vappa og Autoa og eitthvað. Já. En þeir með ekkert við því að missa fleiri byssur, sko. Þeir verða bara að man upp og vinna annað kaup á Malefic og vinna þá sparið sem kemur eftir því. Ásættanlegt að missa einn, að sjálfsögðu. Það er peningur þarna, Stals á 6-4 sem er sjálfsögðu nóg fyrir kaupi. En Critical kom með 3 frökk, fleiri heldur enn í eftir byssupásu. Kaupa Vappa. Já, hver er Hundsi? Hundsi var eldheitur með Vappan á hann. Fyrir pásu, sko. Fyrir pásu. Ég held að það er alltaf bara aftur bíði, sko. Enn og aftur, fara þér hægt. Fór sér ekki eins og út smók eða að flössa en eitt drast, sko. Bara, ég veit það ekki. Setplayið sem að var sem í rústað. Hundsi viffar hérna. Hittir ekki Klever nær honum. Það er 2 alltaf inn á bombstættur. Critical tekur ekki smókin. Kötter, hann er komin inn á einhvern leynsta. Þeir eru búin að bakka þeirra, það er eitthvað, sko. Já, hérna, Kötter tekur þetta bara. 2-2 núna.
Og já, þetta er búið. Malefic klárar þetta hérna með Palla Bónda, spreyja á niður. Hvað maður annar en Palli Bóndi til að loka þessum úrslitaleik? 3-0 samt. 3-0. Þetta ekki skaði hefði líklegast viljað stríða örlítið meira. En já, sjálfsög, en þetta eins og það og einhvern veginn var þetta aldrei í hættu nema hugsanlega Inferno. Já. En það er spurning. Sko, heilt yfir litið þá sko, ég heyri í báðmeirum allt í einu. Ok, heilt yfir litið við erum að tala sko Dust 2 16-6, það bara búið. Þú veist, það mappa bara walkover. Ok, gefum þeim að þeir hafi hittast hans upp. Ok, Inferno allt og lengi í gang. Allt og lengi í gang. Tapa enn og aftur. Þeir töpuðu öllum pistolround, maður ekki? Já, töpuðu 6 pistolround. 6 pistolround. Ok. Sem þú veist, 6 af 6 bad. Það fáránlegt sko. Það bara, það mætti að segja það. Palli líka bara í síðasta. Já. Bara klikk, 3 hausur. Já. Já. Og bara, ég gerði þetta. Ok. Þannig að, þú veist, bóndinn klötsaði first round. Já. Í fyrsta pistolroundur í Inferno. Þú veist, hvernig tapar þau 6 pistolroundum? Þetta er fáránlegt sko. Þú veist, þeir eru ekki lélegir pistolroundir. Nei, alls ekki sko. Þeir unnu alveg góð pistolround á móti Link sem eru, þú veist, jafnvel betri aimerar heldur en sko Malefic sko. Þú meina, pistolround ekki kannski alveg bara aim en eitthvað að ég bara pure aim sko. Já, svolítið. Alveg svolítið mikið sko. En ég meina, þú veist, ok, þeir tapa því líka. Ok, seinasti sjansinn. Já, við verðum, strákar, við verðum undir pistolround. Verðum undir pistolround sko. Nei. Og þeir tapa enn og aftur 6 roundum Það er líka satt, í spilinu. Þetta sem gerðist, sem Palli gerðist, hvað var bara að gera, skilur? Þeir gerði ekkert vitlaust, þeir bara, þú veist, það er ógeðslegt. Palli bara vann þetta. Já. Palli vann, þú veist, allavega bara, ég veit ekki, svona 10 round sjálfur bara eða eitthvað. 10-20 bara, 10-15. Bara með einhverju 3K og spraydowni og eitthvað drasl, sko. Já. Bara fáránlegt, sko. Hann, ef ég ætti að velja MVP. MVP? Já. Palli Bóndi? Já, Palli Bóndi. Bara í búið. Þetta er ekki... Það er bara, þessi maður er Unkillable Demon King. En við ætlum að gefa þetta út. Já. Og ætlum við að gefa eitthvað á strímið, þá? Henda hníf á strímið? Hníf á strímið? Erum við til í það? Já! Ok, býtu, ok. Vá, hvað þetta kom out of nowhere. Við erum ekki svona búin að peppa þetta. Vorum við að peppa þetta? Hnífinn? Já. Nei, þetta var eiginlega bara svona surprise. Surprise knife. Já. Við erum að Sæll, live. meistari. Við erum live. Já. Já, fokkar í burti. Nú, ok, hvað þið? Á hann að koma bara núna? Bónda? Mér langaði miklu fyrir ekki köttir. Nú. Nei, hvað þú sest í hérna? Hvað þið hérna? Hvað er þetta að sitja? Já, erum við bara að þjappa. Nota bara mæk. Eða Palli, til hamingju með sigurinn. Thank you. Það var sárt sko. Ok. Herru, til hamingju með sigurinn allavega. Takk fyrir það. Og þarna, við vorum einmitt að tala um MVP. Bara úrslita leiksins, þessi 3 möpp sem við spilir. Og ég held að það sé alveg kristaltæra að þú ert alveg efst þar á lista sko. Thank you. Þú tókst á hennu stóraðinum og hvað? Byrjum bara Dust 2. Vá, hvað þetta var létt. Já, var þetta bara, þú veist, já. Nei, í rauninni ekki sko, við vissum samt alveg að við vorum að æfa sér alveg helling fyrir þetta sko. Já. Já, ég bjóst ekki við svona lélegum allavega.
Allt í lagi. Herru, ok. Allavega það sem að fyrst skemmtilegt til dæmis í first roundri á okkur í Dust 2. Þið eru búin að ákveða, þú veist, þið eru að fara enda B. Þið senduð bombuna í aerolobbyið, ok, það er allt í lagi. Eru þið síðan bara, þú veist, að maska planið bara með því að, þú veist, vera á miðjunni, fara síðan bara á longinu? Sko planið var að við ætluðum að ná long sko. Já. Síðan var held ég 1-8 í dimma eða eitthvað, þá voru þeir að ressa short sko. Já. Þá bara svona, veist, ætluðum bara að fara að fæta það sko. Við erum miklu vitnar að þeir sko. Ok. Fyrirfram þá myndi ég segja, já, þið verða alveg, þú veist, með ágætis advantage þar allavega. Já. En tapar ekki einhverju bara alveg frekar efins sko. Ég er ekki grín sko. Ég var alltaf betri, ég bara þú tókst bara að skoða í baki eða hlýðilega. Ég er eitthvað teikir sko. Já. Ég komur óvart hvað er að hitta sko. Ég náttúrulega bara náði ekkert að hitta upp eða neitt sko. Ég náttúrulega bara beint í spil sko. Já. Allavega, ég var hrifinn af hvað þið voruð ótrúlega fluid í öllu sem ég gerði í terr. Og svona, þú veist, pick and pop, þú veist, eins og maður segir. Já. Bara náði pickja á miðjunni, bara ok, rotate á A, bara fucked. Ok, fyrir sorti, bara go. Bara... Við erum ekki með, við erum ekki með neinn plön í Dustur. Það er bara að gera eitthvað sko. Já. Það er veist, eitthvað bara að tala saman og það er aldrei einhver sett smókar eða eitthvað svona. Ok. Þarna, þú veist, kom eitthvað á óvart sem þið ekki voru að gera, þú veist, eins og ég gerir ju vantarlega ráð fyrir því að þú hefur hort á leikinn þarna á móti Link-Skari. Já. Og þeir tóku mid to A plan sem þú veist bara kom þeim algjörlega á óvart bara í 4 rándi eða eitthvað. Var það ekki í Dustur? Það var í Dust 2. Þeir smókuðu vinstri og fóru CT fónu. Var eitthvað sem að þeir gerðu sem að kom eitthvað, þú veist? Nei, við vissum alveg að við myndum spila sko mjög passíft sko í hérna CT og líka tern alltaf. Þeir byrjaði alltaf voðalega rólegir sko. Þeir voru aldrei eitthvað að rössa longa eða eitthvað sem við gerum annað sko. Við bara stundum ef við spónum byrja bara rössa upp hér. Já. Það er bara... Þið voru með, þú veist, þið voru aggressífir að ná, þú veist, eins og longinu mjög mikið í byrjun sko. Og þið voru, þú veist, hrættir við þetta. Long og mid-control í Dust 2 er bara crucial sko. Ef þú ert með bæði, þá ertu með 2 gauðra fast upp á A og 1 á CT sko. Þú veist, ég er talað sem CT sko. Ef þú ert með long control og þú veist, mid-short control skilur semi, þú veist, það er mjög öruggt að eiga við það sko. Ok. Allavega, förum bara úr Dust 2, því að Dust 2 var bara, þú veist, það var ekki rosalega góð byrjun á kvöldinu. Inferno. Já, ég vil meina að við hefum unnið það bara á fyrstu 5 rándunum sko. Við tókum hólum í 5-0, bara komið mjög fínt í Inferno sko. Þú klötsaðir fyrsta rándið, sem að eignar sko, með við hvernig þið spila, þeir þetta forsuðu upp í second round þessu sinni, gerði það ekki Dust 2 og það var vanlega ekki verið að gera það. En þú klötsar fyrsta rándið sem skilar þá 5 rándum í rauð, þannig að þú veist... Keyptu þér í öðru? Keyptu þér öðru rándið þá? Þeir gera aldrei. Nei, ég veit það. Það var að fyrsta ránd sem þeir unnu, bara þeir keyptu, spilum við Vappa og drafja eða eitthvað. Þannig að það gerist eftir 6 ránd, það er annað klokksins Vappa og þá náður þeir lók sko. Þannig að það er eiginlega, fyrir mér var það eiginlega sterkur með þeim, bara að kaupa sko. Það var verið að segja sjálf og sér. Og bara spara eins og að gera það sko, ég verði á Vappa. Komboð ykkar hundsa niður á banana á longinu. Þetta er að sjálfsögðu fyrirfram ákveðið að senda bara 2 örugglega bestu aimherina á longi þeir reyna á okkur dúelum. Þú veist. Í 4 myndi alltaf sko. Já. Alltaf bara, við setjum alltaf með base í Inferno, síðan bara vinnum við frá því sko. Fannst ykkur þið vera heldur passiv? Mér fannst svona, þú veist, eins og þið hefðu getað, þú veist, þið sáu Smoke vera að koma, þið stóðu báðir svona, þú veist, í kannski meters radíus við þá. Já. Voruð þið... Maður er svo hrættur þessu Smoke í þessum leik, stundum ertu ekki inn í Smoke en samt inn í Smoke. Já, ok. Þú veist, það sjá þig allir aðrir nema þú sér ekki neitt. Já. Og það er oft þannig sem maður er drepinn og bara, veist, já, bara, veist, Trausti, veist, alltaf svolítið reiður þegar við deyjum á longinu, sko, því við erum svona frekar aggressív gæðar, sko. Já. Það er svona aðeins að... Já, hefur kannski einhver áhrif á okkur. Já, eins og við tókum hana, við unnum hana Neophytes, sko, þá var bara stútið við longinu, sko. Já. Það er svona unnum við þetta. Þeir eru bara gáðu longi. Já, ég veit það, þeir smókuðu bara, þið bara eftir að við komum svolítið framalega og smókuðu. Það var mjög vel gert að þeim að það er beðið lengi með smók, sko. Já, mér fannst vel spila hjá þeim að þú veist, þið þurftu virkilega að hafa fyrir því að beita út Smoke. Þetta er yfirleitt aldrei svona. Já. Heyrist ekki alveg í mér, eða? Síðan loksins sko Oaks Critical eistu þarna og byrjaði að fragga, komið kossakallar og eitthvað svona drast sko.
þú veist, urðu þið eitthvað smekir eða þú veist, þið byrjuðu að hlaða inn randum sko, Já. staðan 5-5 eða Var þetta allan tíman unni, eða? Í Inferno? Já. Okkur fannst það sko, við unnum alltaf síðan fyrsta rand pistol, þá hvað voru við ekki komin í 9? Já, Ég svoleiðis. unni strax. Já, Þið unnuð öll fyrsta. og þegar maður er komin yfir sem sít í Inferno, fyrst mér bara eins og maður sé búinn að vinna þetta sko. Já, einmitt. Sem maður spilar, Mental já, sko. það er að segja, mjög mikið þannig sko. Allavega, þú veist, 8-7 fór fyrri hálfleikurinn og eftir það þá bara, þú veist, þið unnuð út að 23. rándi og síðan unnið sko 23, 4, 5 og 6 Já. sem að þið spöruð í 27. rándi og síðan bara kláruðu þetta. Þá voru við bara orðnir frekar kærulausir eiginlega. Já, ok. Ég skrifaði hérna aldrei hættu eftir 5-0 og þú veist, þið náðu að stringa 2 gunround saman. Mér fannst eiginlega, þú veist, ekkert eitthvað, þú veist, mikið hættu eftir það sko. Nei. Voruð þið sáttir eftir 5-0? Eða þú veist, hefðu þið farið inn í næsta hálfleik með 10-5 og verið bara Nei, aldrei ef maður kemur til 5 og þeir vinna 10 rundir eða á momentum komið yfir sko. Já. Klálega sko. Ok. Svo gott að fiska eitt og eitt randanir milli. Síðan sko Tapaði 3-0. Yngvi. DJ Yngvi Eysteinsson beint fyrir farmann okkur en Kass var næst. Og þú veist að strína hérna. Vill einhver heyra í tapara eða? Góðan daginn. Þú er gaman satt að vera með ykkur í dag. Já, við þökkum kærlega fyrir samverun allavega. Ég ætlaði bara að skjóta inn að, ég ætlaði að þakka Malef ykkur í leikinn, ég ætlaði að þakka tölvulistanum fyrir ógeðslega flotta umgjörð, ykkur fyrir að lýsa, takk fyrir mótið, Skaði þakka kærlega fyrir sig og bara þetta skilið, hætti að spila síðast. Peace out, Yngvi Eysteins, flottur karakter. Kass tók við. Sko, Ógeðslega léleg kass maður. Þið voru léleg kass. þið unnuð samt. Bara hérna pistolandi í síti ykkur. Þú veist. Alveg, what the fuck? Náðu þið því að? Já. Hvað? Ég Hvað var Ég það? var reyður því ég draf í síðustu hverjum sko. Já, ég meina að þú hafðir 4 kúlur, venjulegi menn nota svona 5-6, en allt í lagi. Það var alveg mjög vel gert, en þið byrjaði að vinna pistol, vinnuð alltaf pistol. Síðan sko voruð þið ígóðir. 6 af 6 pistol. Aha. Já. Síðan voruð þið ígóðir. Já, en þið spilum 2-0 leik. Já, 2-0. Náðu þeir, þá verður þið ekki 4-2? Jú, og þá held ég að, sko, ok, Skaðvélinn er komin í gang. Ok, við förum kannski í 4. eða náðu að loka út. En, þú veist, staðan var 9-6. En, þú veist, þið byrjið bara, komið í City og þið byrjið bara að pússa allstaðar að leita duels. Hver? Þið? Í City? Já. Þið byrjið bara endalaust, þið byrjið, pússið alvið, pússið, þú veist, miðina, pússið bláið, þú veist, þið pússið allt. Sko, við erum miklu betra City-lið en þeir. Já, ok. Það er bara þannig. Og síðan, þú veist, þið töpuð, 3 rándum þegar þið voru komin í 14 ránd, skilur við, þá unnið töpuð einhverju 3 rándum og þú veist, það er rosalega lítið að segja þetta nema, þú veist, hefðu þið viljað, ef þið varið í þessari stöðu, þeir voru að múa hægt á ykkur, þú veist, myndir ekki bara eða þú veist, fara hraðar á Þeir ykkur. líka unnu, einu ránd sem unnu var þeir rössuð hér Já. að minni, tók eitthvað hratt sko. Já, Ég veit ekki af hverju fylgdu því ekki bara sko. allavega, Var það ekki stöðinu 15-9? jú, þeir voru komin, já. Pissupásan, allræmda, töpuðu 2 rándum, unnið síðan 3 í röð eða eitthvað og unnið síðan út, en ég hef rosalega lítið annað að segja þetta. Hefur eitthvað að bæta við það? Nei, bara þetta var geggjað, ógeðslega gaman. Já, og Gott allt saman og tölvulistin, algjörlega búin að gera gott við ykkur, þú veist, hvernig fannst þér að spila á þessari tölvu versus þinni tölvu? rauninni mjög svipað sko. Já. Já. Mjög góð tölvu. Ég er með 5 mörgjur á, þú veist, búin að óglökkuna og svona þessi, þannig að þetta er smellir allt saman. Ok, notaður eitthvað sem að tölvulistin útgöði út af? Hæ, headphone-in? Ég er með svona grænu, í gamla áttan. Jú, þetta er nýja, þetta er Chroma. Mjög góð sko. Smá bassi en það er bara stífíla það sko. Ok, good shit, þið getið kannski, þú veist, notaði til að hlusta tónlist og svona, good shit. Smá hippity-hop. Þetta er, Þannig að allavega, bara þökkum tölvulistin og öllum þeim styrktaraðilum sem koma að okkur geggjað sko. og MSI, Takk ykkur líka, strákar. FSP. Takk, já. Takka sérstaklega Freyser, MSI, FSB
sjálfsögðu tölvulistanum sem að gera þetta allt fyrir okkur. Og Og móðuborðið, góða. móðborðið. Og hérna, So good. og eldsmiðjunni. Já, eldsmið, Og, eldsmið. og Egils. Eils. Og Razer mísnar, Já. músamótnar, headphonein, lyklaborinn, örgjörarnir og Þetta var allt nota hérna. Og við ætlum að gefa hníf. Já, hnífur, djúður til Já, það. nú erum við búin að þakka öllum upprófunarmerki Tuttir. Ok, er þið tilbúin? Hvernig hníf erum við að gefa? Göttnæft, það er actually Göttnæf, tækirtúð. flottur hnífur. Hann er líklegast, ef mér skjáltast ekki, metinn á cirka 100 og eitthvað dollara, 120. Já, $120. Ok, göttnæf, tækirtúð. Það er ekkert... Það þarf að skrifa á blað fyrir mig hver vinnur þetta. Gulli. Gúli. Já. Laga hérna bowtie, looka beautiful, með henni gefi einn hníf. En að sjálfsögðu er fleira að gefa hérna akkurat núna. Við höfum eftir að gefa nokkra hluti áður en við förum off. Já, Þannig að það er verið að gefa endilega- hér samt. Já, við erum að fara að gefa hérna, en sjálfsögðu í chatinu er Skrifa það að inn. gefa hérna. Já, við gefum tjattinu. Er það ekki bara tuttar eða? Það eru bara allir. Já, en við kannski bara, þú veist, enn og aftur. Það er búið að vera goddamn beautiful að vera hérna. Já, Það er heldur heitt en það er kannski bara út af stressi. já. En Mér er það svolítið, já. þið eru æðislegir áhorfendur og ég elska að kasta fyrir. Já, búið að vera gaman. Við erum búin að vera að lýsa þessu móti núna síðan í febrúar. Já. Og það hefur verið mjög ánægilegt. Við erum búin að lýsa kannski, hvað að segja, 15 leikjum eða eitthvað. Örugglega. Þú veist, best of threes þá, sko. Já, og þetta er búin að vera mjög gaman. Og eftir 3 vikur verður LAN-mót. Og við erum fara að lýsa því líka, Við erum að fara að lýsa því. alla helgina. Já. Og leið að það er búið þá bara annað LAN-mót. Það er bara, við fáum ekki svona off-season. Nei, off-season er eitthvað fyrir íþróttamenn. Við erum cyber athletes. Já, það er allt annað. Það er allt annað. Við getum, við höfum meira úthald. Já. Það er þetta sofið úr sér. En- En yfir Tutti, vilt þú geta komið mynd eða? Já. Nei. Já, Ok, við ætlum að taka auglýsingarhlé og síðan ætlum við að gefa hnífinn. Þannig að ekki fara neitt. gullfallega fólk. Við komum eftir smá.